Góða kvöldið og velkomin að leik K.A. Völsungs. Nágrannar slagur í dag. Við erum bara að byrja það strax. Matthías slagir. Og Völsungur fær fyrsta stigið með blokk út. já, Við ætlum að fara yfir byrjunarliðið hjá K.A. er Óskar Fernandes, nr. 8, Matteo, nr. 3, Ármann, nr. 19, Marcel, nr. 5, Strafko, nr. 9 og Gísli Marteinn fyrirliðir nr. 13. og svo er líberóinn Já, Matthías. Rilsiki. Hjá Völsung er Draupnir nr. 14, Tamas nr. 8, Sigur nr. 11, Kristó nr. 5, Þórarinn Örn kapteinn nr. 7 og Árni Fjalar nr. 9. Og það er stig fyrir K.A. Já, líberó er Hörður Mar Jónsson. og það er fyrrum Völsungs sem að tekur þetta stig. Já. Fyrirgeðu, líberó er nr. 16, Aron Bjarki. Já. Þá er K.A. uppgjöf. Tæp móttaka vel Bjarka Já, hjá það er seiling. Dómari dæmir að boltinn sé kominn yfir til K.A. Já. Draupnir reyndi að bjarga honum en já, boltinn var kominn hinum megin, að K.A. megin. Takk. Heyrðu, það er 2-2. Já. Númer 8, Tamas í uppgjöf. Þá tekur á móti, Óskar slær. Já. Smá misskilningur hérna hjá Völsung. Þeir hefðu getið tekið hann, Draupnir og líberóinn. Já. En þeir eru sem sagt að skipta Völsungur. Líberón er í stöðu 6, hann er vanilega í 5. En já, þeir taka það ákvörðun að vera með líberó í 6. Og K.A. í uppgjöf, 3-2. Flott móttaka. Já. Númer 5, Hristó Pets, skora Já. fyrir Völsung. Hann var samt með tveggja manna blokk á móti sér. Já, blokkin var svolítið opinn, þannig Já. að Gísli átti að lesa það eins betur. Þá er Sigurður í uppgjöf fyrir Völsung. Já. Flott móttaka hjá K.A. Já. Matteo fær uppspil en Tóti blokkar hann. Já. Góð blokk. Tóti er búinn að vera í Danmörku að spila, hann var að spila sem líberó þar. Já. Þannig að þetta er svolítið nýtt fyrir hann. Þetta verður svolítið skemmtilegt. Já. Það er góð stemning í húsinu. Já. Elskum að hafa svona nágrannarslagi. Þá kemur fólk á völlinn og það er Ásja Sigurði. Sigurðin. Beint í hornið. Það er aftur uppgjör á Sigri, fín. Matteo spilar upp á Óskar, erfið bolti. Já, fyrir á netstringin. Auðvöldi bolti hjá Tóta. Já, fín vörn, fyrir yfir samt. K.A. fær hann. Lauma. Þeir setja annan græs yfir, núna er K.A. í sókninni. Já, Gísli klárar þetta. Skilaði þessi góli. Já. Það er langt rally núna. Já. Núna er Matteo í uppgjöf. Ég held að vera barist fyrir hverjum einasta bolta í hvert. Já. Þetta er svolítið rígur hérna. Já. Svolítið skemmtilegt líka því að Draupnir uppspilarinn í Völsung var í K.A. fyrir ekki á seinasta tímabili heldur en þar seinasta. 2 árum. Já. Þannig að það er svolítið skemmtilegt og svo er hérna Marcel. Já. Svo er Marcel sem var í Völsung.
Hann er komin í Káa, þannig að þetta er svolítið svona skipti á leikmönnum hérna. Matteo aftur uppgjöf. Það var netið. Kristó. Í Kristó. Það er ný leikmaður. Spennandi að sjá hvernig hann spilar. En hann fer í jumper eins og við kallum það. Og flott móttaka. Já. Og Óskar klárar þennan. Það vil spila upp hjá Strakka og lendi með 1 blokkara. Já. Þá Káfa og jafna. Og staðan 6-6. Þetta verður held ég svona allan tíman. Barist og mjög spennandi. Óskar, fín uppgjöf. Mér sýndist þetta vera net. Já, ég sá ekki hvað snerti. Og laus. Þetta er í miðjuna. Það er stundum þetta sem að hana í miðjunni sem að er eiginlega bara engin, þannig að það er bara góðu staður að setja hann hana í miðjuna, lausan hóka. Það er engin á hann en allir eiga að taka hann. Já. Óskar aftur í uppgjöf, hann gerir jumper líka. Sterkur uppgjör. Flott móttaka hjá Völsung. Já. Næst messa Þórarinn í blokkin á hjá Gísla. Já. Fer eitthvað á milli bara handana. Þetta er mjög gott þegar maður er ekki mjög hávaxinn og nýta sér blokkina. Já, já, nákvæmlega. Og það er Tóti í uppgjöf. Hann tekur líka jumper. Það er rosa margir jumper í dag. Marcel græjar þennan, já. Og þá fá Káa að spreita sig, já. Fín blokk hjá Völsungi. Eftir að hafa sett mjög lausan, léttan á Káa, þá taka þeir stigið með blokkinni. Já, númer 9 Árni átti þessa blokk. Já. Aftur Tóti í uppgjöf og það er í netið. Núna kemur, það fær Gísli í uppgjöf og Ármann kemur þá inn á fyrir hann. Og Gísli tekur líklega stjempur. Jú. Hann er með svona flott uppgjör. Já. Net, já. Á Ármann. Þetta er svolítið dýrt. Já, hvert stig gildir núna. Já, það er bara hannig. Og Thomas. Árni fyrir ykkur. Nei, 9, hvað er það? Árni. Og seldi ykkur á móti og Matteo slær. Og hann hittir hann ekki og fer út. Og engin snert ekki í blokkinni. Aftur Árni í uppgjöf. Sjá hvað hann gerir. Seldi ykkur móti nálægt. Já, hann var uppspilaður frammi og hann gæti smassað niður en þetta var út af. Þessi var úti. Þetta hefði verið skemmtilegt stig en já. Julia tekur leiklega fyrir Káa. Það er sem bara 11-8. Jæja, þá er Júlia búin að fara yfir stöðuna. Hvernig Káa ætlar að komast á þessu stöðu? Jeps. Það er Árni aftur í uppgjöf. Og Matteo er náttúrulega aðalþjálfari hjá Káa, en Júlia aðstoðar. Já, það er svo
svona spilandi þjálfari. Já. Þeir eru svolítið miða á Marcel. Já. Og það er blokk. Blokkin hefur verið sterk hjá Völsung. Já. Miðjunar eru búin að Já. með góða blokkir. Númer 11 Sigurður átti þessa. Já. Árni aftur í uppgjöf, þá þarf svolítið að fara að losa þessa stöðu hjá K.A. núna. Já. Þetta er rosalega erfitt. Aftur á Marcel. Hann er að taka vel á móti. Það setja aftur á hann og hann gerir lausan í miðjuna og það fer beint niður. Eins og sjáum. Endursýningu hérna þessu. Það bara er enginn hana. Þetta er fínt staður að setja á. Já, greinilega svolítið opinn miðjan hjá Völsung. Já. Þetta er ekki nógu góð móttaka hjá Völsungi en þau halda áfram. Marcel aftur og það er yfir blokkina í eitt, djúpt í eitt. Þeir eru að, snerti blokkina og lendir hann í hótinu. Svolítið erfitt að verja þetta. Þá er uppspilið komin aftur á K.A. og Matteo þá komið fram, þannig að þetta er svona aðeins betri staða myndi ég segja fyrir K.A. Já. Og hann slæðir Þessi var út. Og ekki snerting í blokkinni, þannig að það er bara stig fyrir K.A. Strafko er aftur í uppgjöf. Já, nú er uppspilið frammi hjá Völsung, þá er mitt erfiðir að sækja. Já. Matteo ákveður bara ekki að blokka neitt hana. Þetta er svolítið, og hann setur á uppspilarann. Matteo massar aftur og á línuna, lausan á línunni, þá að vera laus. Já, K.A. er aðeins betur stöðu til Völsungu núna, þannig að K.A. verður að nýta sér það núna. Öruggar uppgjafir. Já. Og Strafko er alveg með þær. Og flott á mótigur, flott vörn hjá Matteus. Já. Gott slag í short cross eins og kallaði það. Stuttan cross. Matteo fær alla bolta núna. Já. Strafko bara ennþá uppgjaf. Það er bara fínt. Hann er með góðar uppgjafir og hann næði bara að halda sínu, hann setja það bara oftast inn og það telur alveg í þessu boltum. Stuttir núna, þeir ná honum. Já. Marcel slær í blokkina alveg efst. Þannig að það er mjög erfitt að verjast þessum þegar hann fer í blokkina. Já. Og við sáum að Strafko, hans tókum bara með bakker á Matteus, þannig að blokkin átti að vera betur staðsett en þetta. Og Völsungur tók leikhlé í stöðunni 14-12 fyrir K.A. Strafko heldur áfram að gefa upp fyrir K.A. Já. Setur aftur stuttan. Flott móttaka hjá Völsung. Þá gerir það pæp. Þetta Miskilingur hjá K.A. Góð blokk hjá Ármanni. Fín blokkir. Aftur. Laus og út af. Völsungur, það var pínu óþolinmæði þarna. Já. Þeir voru að sitja í blokkina og ná góðu coveri og í staðinn fyrir að vera þolinmæður bara að sækja og smá panik. Meira ákveðni í slögin, bara lauma og fá bara út af. En flotta blokkir, vel stillt hjá K.A. Já, það er bara mjög flott blokk.
Strakko heldur áfram að gefa stutt. Kemur sókn úr afturlínu hjá Díónum. Völsungur hann flýgur út. 8 stig í röð hjá Káa. Strakko, ég segi að hann góður í að halda bara uppgjöfinni og halda sínu. Og hann sjaldan með mistök. Já, hann bara veit hvenær hann á að taka sénsa og hvenær ekki. Já, algjörlega. Og það aftur á líberóinn. Ég verði aðeins sterkari uppgjöf núna. Það gengur ekkert upp hjá Völsung núna. Nei. Níunda stig í röð. Þetta alveg 17-12. Þau voru undir þegar það Strakko fyrir ykkur. Já. Já, flott uppgjöf. Þarna sækir hann stig. Fyrir blokkina og antinuna sem þýðir út. Þá fer Draupnir í uppgjöf fyrir Völsung. Marcel tekur á móti, þeir eru mikið að leita Marcel en hann búinn að vera mjög öruggur. Ármann með fínt slag. Já. Setur hann aftur á hann, já. Hann inni. Hann svolítið að skipta líka hvað hans massan Ármann. Þetta var vel gert. Já. Hann var að koma flott inn í kálið. Já. Það 18-3, nei 13, jesús. Og Marcel í uppgjöf. Og núna standa Völsungur. Dæmir á uppspilarann, hann farið á snemma af stað. Já. Draupnir mjög ósattir. Já. En það ekki sammála. Hann tekur annað leiklega. Þetta mjög leiðilegt stig. Já. Já. Spurning hvort við getum séð þetta aftur. Nei. Nei. En já, þannig að vera Draupnir að bíða aðeins. Já. Hann má ekki fara úr sinni stöðu áður en að... Ég held samt að það væri eiginlega hægt að dæma á þetta. Já, þetta svolítið leiðilegt líka í þessari stöðu, sko. Já. Þetta skellur. En Káa búinn að vera góð, bara að halda sínu og standa sig mjög vel. Nú bara að halda áfram. Jæja, þá var Matthäus aftur í uppgjöf og hann búinn að, vera að gera jumper. Það þýðir samt að hann kastar sínum bolta hátt upp, en það fer í netið. Já, kemur snúningar á boltan. Já, það mjög erfitt að taka á móti svona boltum, eins og Arnrún kannski þekkir. Ég þekki það ekki. Þegar þeir eru sterkar það mjög erfiðar, en annars finnst mér floti uppgjöfarnar oft bara erfiðari. Koma meira óvart. Enda meira í kvennaboltanum þar sem það eru floti uppgjöfar. Já. Hörru, Ármann bara að sækja fleiri og fleiri stig. Hann komið 2 sóknarstig. Já. Hörru, þá skipting. Já, þá kemur Ágúst inn á fyrir Ármann í uppgjöfinni. Við sjáum hvað hann gerir í uppgjöf. Hann búinn að gera hérna jumper líka, held ég. Ok. Er það ekki? Sjáum hvað gerir. Já, hann tekur jumper. Fín uppgjöf. Flott móttaka hjá Tóta. Já, fín. Hann fær boltan aftur. Hann laumar honum í gólfið. Já. Ég slætti að vera klárað hana. Sjáum hérna endursýningu. Þannig að Tóti tekur móti og fær hann aftur erfiður bolti en skilar hann vel. Sigurður. Já. Í uppgjöf á Óskar. Óskar með fína móttöku. Slær sjálfur út af. Já. Aðstofadómarinn dæmi net. Já, ok. Já, Káa fær stigið. Já, netsnerting.
Völsungur ekki sammála þessu. Nei, aðaldóminn sá þetta greinilega bara ekki og dæmdi fyrst að Völsungur fætt stíð en já. Matteo og Uppgjöf. Já. Þá er spurning hvort að Káa ná að halda þessu. Matteo setur undir. Hann setur undir. Hann er að skipta sig sjálfum út af. Já. Þetta er sekt á okkur allavega þegar við gerum þetta. Það hlýtur að vera. Já, við hljótum að sekta hann líka fyrir þetta. Guð minn góður, þetta má alls ekki gerast. Jæja, aðeins og kærulaus. Hann var aðeins að flýta sig. Já. Heyrðu, þá er Jackson. Hann fer í netið. Þú var mjög margar uppgjafir í netið í dag, sko. Já. Bara fyrstur hennu. Það er þegar maður ætlar að pressa mikið á honum, þá verður mistökin oft fleiri. Og Óskar, hann er líka sömuleiðis með jumper. Já. Hann pressa mikið í aukju. Við pottið gerum það núna. Jæja. Það er bara í netið og eftir netið. Tóti í uppgjöf og hann er líka með... Stig eftir uppgjöf mistök. Völsungur hefur fengið 4 stig á K2. Já, 6. Tóti verið í flott uppgjöfuna. Já. Erfi uppgjöf. Hann fær það sjálfur, Marcel sem tók móti. Tóti tekur þetta bara léttilega. Já. Það er Hristó sem að sækir stigið úr afturlínu. Díó. Slær í blokkina, já. Það er 4 stig á milli núna. Já, það er snerting. Já, það var snerting í vörninni. Já. Gísli sækir þetta stig. Og skipting tilbaka. Já. Ármann kemur aftur inn og Ágúst út á. Ármann kemur þá beint í framlínu. Gísli í uppgjöf. Ætla hann fara í netið. Nei, góð uppgjöf. Já. Ási og Gísla. Milli 6 og 5. Já. Þetta er svolítið erfið ballar. Líka var mjög djúpur. Já, hann var rétt inni. Þá það káða bara 1 stig til að klára fyrsturhöruna. Já. Verður það Ás eða uppgjafarstig? Nei. Hessi er úti. Það var græðgauð hjá Gísla núna, hann ætlaði að gera annan Ás. En það er alveg nóg eftir. Já, Völsungur þarf að sækja núna. Árni fyrir uppgjöf fyrir Völsung. Það er flott á Óskar sem tekur vel. Já. Strax á frammi og klárar þetta. Já. Með svo kalliði laumu. Yes. Herru, Káa vinnur 25-19. Bara góð byrjun. Það var mjög mikið spenna í byrjun. Þau voru alveg undir. Já, voru jafnir alveg fram á 12-12. Bara þá til að Strafko fór í uppgjöfina og hélt bara sínu og tók 9 stig í röð. Já. Þeir voru bara yfir hérna í 5-3 og 8. Já. Ég segi að þetta var alveg spennandi í byrjun sko, en svo bara flaug Káa bara. Já, það var þarna í miðri hreinu þar sem að Káa síður fram úr. Hérna sáum við tölfræðina fyrir fyrstu hreinu. Það er Marcel sem búinn að stiga hæstur. Já. Já. Matteo með 3 stig, Gísli 3, Óskar með 2, Ármann með 2 og Strafko 1. Þetta er bara fín dreifing allana, myndi maður að kalla þetta sko. En já, það er og hérna kemur Völsung. Færri sko, 3 stig hjá Hristó og 3 hjá Þórarinn, 2 hjá Sigurði og svo 1 hjá Árna, þannig að já. Það eru fleiri sem eru að skora hjá Káa. Já. Já, Káa er að sækja meira í smessunum.
Völsungur sem búin að vera með fleiri blokkir heldur en Káa. Já. 3 blokkir. Já. En já, þar sem Völsungur með fleiri mistök. Já, ekki mikill munur samt, 9-8 mistök. Þetta eru mörg stig sem að margar uppgjafir. En já, það er alveg sko 5 uppgjafir sem að þeir kasta frá sér sko, sem að telur rosa mikið. 5 uppgjafir bara í einni hreinu. Það telur rætt. Já. Sér það eru 6 stiga munur 2019 og 5 uppgjafir sem verða. Já, ég segja, þetta telur. Já. Það voru mjög margar að fara netið, en já, við sjáum til hvað gerist núna. Ég hef það tilfengjum að það verður svolítið spennandi. Já, ég held að það verði jafnar núna. Já. Ég held að Völsungur komið aðeins grimmari inn í sókninni núna. Já. Það er bara að sýnast mér engar breytingar hjá báðum liðum. Sumir byrjunarlið báðum megin. Já. Og Draupnir byrjar í uppgjaf. Seltekur á móti, smá vandræði. Matteus spilar upp. Flott blokk hjá Völsung. Var þetta ekki net? Var þetta ekki bara boltinn? Ég held að það hefði bara verið boltinn. Já, bara boltinn bara. Já, góð blokk. Draupnir aftur. Óskar með flotta mótöku. Og Selfarinn aftur. Aftur góð blokk. Það var Matteon úr afturlínu. Þeir ætlaði að pröfa 3. Tryggja mann að blokka Matteo. En það virkaði... Hann fór hérna yfir megin. Já, þeir voru greinlega ekki nóg með hendurnar. Hendurnar yfir, Lúísa. Hendurnar voru ekki nóg mikið yfir. Þú voru aldrei heyrt þetta. Ég er búin að fara yfir þetta. Ég og þjálfarinn oft búin að segja mér þetta. Og það er strafgóð uppgjöf. Við sjáum til hvað hann verður lengi þarna. Erfið móttakaður og gera gratis yfir. Káa á sóknarmöguleika. Fín blokk. Erfitt uppspil á Matteon, hann er að slá hann. Kemur laus. Káa verst þessu. Matteo reynir að lauma. Rosa margir lausir. Núna slær hann, já. Það var hörku smassi hann. Já. Það var Hristó sem að slæra hann beint í gólf. Við viljum sjáum aftur hérna. Fleiri svona sóknir. Já. Já. Sáttu með sig. Góð uppgjöf af netinu. Netið á flegi ferð. Já. Marcel slær. Slær mikið í blokk. Uppgjöfun fyrir í netstrengin. Já. Marcel í uppgjöf. Og hún fyrir netið. Þetta er ekki fyrsta sem að hann setur í netið. Nei. Ég man ekki hvað var. Nei, já. En allan. Ekki Sigurður. Já. Fín móttaka hjá Marcel. Óskar slær, góð blokk. Þannig að 1-1. Tóti slær, engin blokk. Erfið vörn, straffgóð. Straffgóð, jæja. Fer út af bara. Hann var að vonast til þess að fá hana. Hann vildi fá snertingu. Já. Ég held að það hafi ekki verið neins snerting. Nei, mér sést ekki. Nei, hann er langt yfir blokkinni. Sigur aftur í uppgjöf. Völsungur kom 4-2 yfir, byrjar hérna vel. Flott móttaka Marcel. Áfram. Ármann anda með 2 manna blokk. Já, svolítið erfitt. Svolítið erfitt, já. Völsungur er bara mjög góður í blokkinni í dag.
Já. Blokkin vel stilt hjá þeim. Þú sækja hvað, 4. stigið úr blokk? Já. Sigurður aftur í uppgjöf, nú þarf K.A. aðeins að rífa sig í gang. Fín móttaka, já. Fór þetta ekki í... Nei, fór bara netið. Já, það fer í blokk og út af. Já, Tóti sækir þetta stig. Já. Fyrir hérna í Matteo út. Já. Nú þarf K.A. aðeins að fara að finna einhverja aðra lausnir. Erfið móttaka og Strakkunar að spila hann upp. Og það er blokk út af. Yes. Matteo gerir bara það sama við Tóta. Já, nákvæmlega. Sittur hann í blokkinu út. Já. Það er gert. Ármann í uppgjöf. Flott móttaka. Já, hann að fer. Það sækir Hristó stig fyrir Völsung. Já. Það þarf að vera 2 blokkir á móti Hristó ef hann ætlar að fara svona ákveðið, þannig að Gísli þarf alltaf að lesa þetta að vera tilbúinn að blokka þessa. Það er spurning hvort þeir ná að halda fórustunum núna þegar hann fyrir í afturlínu. Já. Hann er svona búinn að vera kannski sterkasti sóknarmaðurinn þeirra. En hann er svolítið að klúra uppgjöfunum. Hann er ekki að ná að setja þær inn á. Þetta sé 3. uppgjöfun hans sem að klúrast. Já. Ég gíska að Matthías setur bara núna bara laufléttan yfir til að hafa þetta bara öruggt. Já. Já. Gerir það. Flott móttaka hjá Völsung. Erfitt uppspil hann. Já. Spil á kantinn. Matteo með. Já. Vörnin fer bara út af hinum megin. Yes. Þetta var svolítið auðvelt stig. Það er ákveð að hoppa ekki upp í blokkina þannig á móti Tóta. Já. En það er hann svolítið að sækja stigin kannski í blokkinu. Já, meira kannski, já. Þannig að þeir eru greinilega búin að eitthvað fara yfir þetta. Flott móttaka hjá Matteos. Matteo laumar. Já. Glæsileg verðin hjá Tóta. Díón tekur hann. Óskar. Slær. Já. Já. Slær flottan shortcross hana. Það er flott rally hérna. Þeir eru margir boltar hjá báðum liðum búin að vera bara svona lausir og svona, maður þarf að vera tilbúin alls staðar einhvern veginn. Já, þeir eru að sækja svolítið í að lauma á miðjuna. Já. Óskar tekur bara flott bolta í uppgjöf. Boltinn og Óskar fór bara náðast í okkur. Já. Þannig að ekki að verðast þessum. Hann sækir úr afturlínu. Já. Hristóður að sækja mörg stig í þessari línu. Já. Hann er komið með 7 stig. Það er Árni í uppgjöf. 9-5. Þetta er svolítið... Það var svolítið eins og við erum bara að spá að Völsungur kemur svolítið sterkar inn í annarinu. Flott það vörn er afturlína og blokkin loksinn, segi ég. Já. Já, K.A. Varstu búinn að sakna hennar? Já, þetta var orðið svolítið dapurlegt hennar. Er ekki Marcel sem á þessa uppgjöf? Jú, það ekki, hann fagnaði það. Nei, uppgjöf. Blokk, já, mér sýnist það. Sáttu með sig. Gísli uppgjöf. Hann setur hana inn, já. Og hún fer upp í loft, þannig að það er ás. Við sjáum hérna aftur. Mikilvægur ás. Gísli aftur. Nú var hann að sitja inn á, halda upp hjá honum. Já. Tekur vel á móti núna. Hitt hann ekki alveg nógu vel. Engin snerting. Þeir vildi fá snertingu en mér sýndist ekki vera snerting í þessum bolta. Fór það milli? Ég held að hann hafi bara slegið yfir blokkina. Já. Þannig að Völsungur fær þetta stig. Draupnir komin í afturlínu. Það voru komin með 3 sóknarmenn fram. Já.
Við erum ennþá með okkar uppspilar frammi, þannig að Matteo er núna aftur og gerir óþarfa mistök hana. Já, laumar hann í netið. Já. Þetta er líka staðan sem að Káa festi svolítið í áðan. Já. Við uppspilar í 2. Verður móttökan Strafko gerir vel. Aftur 3 blokka. Tóti slær úr 5. Já. Þannig að hann farin 1 móti 1. Æ, hvað gerðist? Boltinn var lentur. Hann var inni, já, hann var inni og... Nei, boltinn var lentur. Ég er sammála Arnóri, þetta var... Hann dæmir hann úti. Línumæðurinn segir inni en hann er að segja út. Þessi var langt inni. Sko, hann var alltaf tímann inni. Ég hélt að hann var að dæma vegna þess að hann lenti yfir. Sem hann steig yfir miðluna. En boltinn var lentur, þannig að þá máttu stíga yfir. Já, Hann dæmir hann úti. Ég verð að húsa þessi eins og Káa bara er ekki sátti með þetta. Matteo slær hann í 4 og Marcel setur hann yfir og Þessi var út. þessi var úti. Mér fannst þessi var úti. Já, mér líka. Þetta er svolítið leiðilegt þegar... Nei, hann er inni. Hann lúkkaði alveg úti. Kannski var hinn líka út af. Nei, hann sló. Æ. En já, ég er svolítið sammála að Káa sé svolítið pirraðir núna því að þetta fer svolítið í mann þegar maður er svona undir. Já. Eitthvað svona. Völsungur núna komið með 4 stig í röð. Já. Það er líka erfitt þegar þú ert að ná sko að nálgast þitt liðið og svo er bolti sem að þér fannst vera þitt stig. Og ert ekki, já, Færð það sammála. ekki. Það er súrt, sko. Það getur oft breytt hreinunni, sko. Já. Þannig að, já, Matteo er ennþá bara að tala hérna aðstoðardómarann sama stig. Ekki sátt þetta. Það þýðir ekkert að sökja sig á því núna, bara taka næst stig. Já. Það er 13-7, Dreipnir ennþá í uppgjöf. Marcel tekur hann, fín móttaka. Flott svo. Hann slær. Með þess að 2 gemanna blokk. Já. Hann á milli eða yfir, einhvern veginn. Hann náði einhvern veginn að pröfa sig gegn. Flott hjá Ármanni. Hildur hann að bara slegja yfir blokkina. Það var bara snöggur. Ármann er búinn að standa sig mjög vel í þessum leik. Strafko er komin uppgjöf. Við sjáum hvað hann gerir. Ágætins móttaka af Völsung. Og góð blokk hjá Káa. Inni, já, hann dæfir inni. Ég þarf að vera saman á því. Þeir voru sárir þarna. Þeir vissum að hann myndi dæma hann inni. Já. Nátt inni. Fín blokk. Strafko aftur í uppgjöfni. Fín uppgjöf. Laus. Og Matteo tekur hann. Slær í blokkina. Já, vel bjargað hjá Matteus þarna. Þeir setja auðvitað yfir en Völsungur smá miskilningur. Flotta varnir núna. Matteus með uppspilið og Matteo inni, beint á línuna. Flott rally hérna. Það er mikilvægt að vinna þessi löngu stig. Já. Sérstaklega fyrir hausinn. Já. Ég held að Tóti hafa bara ekki verið rétt staðsettur hana. Fór hann ekki í blokkina? Það er erfitt að verða. Já, kannski, já. Þessi er úti, já. Miðjan slær út af. Það er Sigurður og Völsungur tekur leikli. Já, 4 stig röð hjá Káa núna. Þegar þeir eru farnir að nálgast 11-13, var ekki Völsungur sem tók leikli? Jú, það segir alveg til í hvað stöðu leikmenn eru í. Þegar Strafko er komin aftur, þá eru fleiri sóknarmenn. Já. Þannig að það er alveg klárt mál hvaða stöður eru bestar hjá Káa. Það er mjög auðveldara fyrir
blokkina hjá Völsung að lesa þegar Strafkur frammi. Já. Þá bara hægt að sækja á 4 og svo á miðjunni og afturlínu. Já. En já, sömuleiðis Völsungur líka með uppspilið aftur, þannig að núna eru 3 sóknarmenn báðum megin, þannig að spennandi að sjá hvað gerist. Díón í 4. Já. Þessar stöðu. Það boltan. Já, hann þarf Ármann að vera klár. Hann búinn að vera að skora stigin fyrir Völsung. Já. Þessi svona ákveðnu stig, þannig að Ármann þarf að vera klár í blokkina hana og Það þurfa að fara 2 blokkar á móti Kristó. Já. Hann fær tækifæri þarna til að slá beint niður. Já. (14:11). Flott móttaka. Já. Matteo, einu. Já. Þessi inni. Það var inni. Já. En já, það var bara 1 blokkari. Já, Matteo nýtti sér það. Já, ég myndi nú telja að það þurfti að vera 2 á móti honum. Það erfitt þegar 3 sóknarmenn, sterkir sóknarmenn frammi. Þegar Marcel og Matteo eru frammi. Já, það er svolítið erfitt að lesa. Strafkur líka góður uppspilari. Setur Óskar og hann sér laust. Káa vildi hafa dæma þetta í gólfinu. En Káa er bara að halda áfram. Já, Óskar slær. Mjög ánægður. Já. Það er mjög erfitt að sjá, það var 2 í hann. Já, mér sýndist þeir nú bjargunum, en ég þóra ekki að segja til það. Nei, en já, Óskar þá bara verður bara ákveðnari og slæðir bara fastar. Já. Þá bara 1 stig. Já, Marcel í uppgjöf. Flott móttaka. Tóti. Það fer hérna í Óskar. Hann ætlaði ekki að setja hennan. Fór þetta ekki í blokkina? Þessi hefði farið út af. Fór þetta ekki Matteo? Sjáum. Hérna tekur við Tótan. Það er erfitt að segja. Já. Þetta var, leiðilegt stig. Tóti heppinn hana fyrir Óskar. Fín móttaka. Matteo með 1 blokk og slær hann bara á milli handana. Líklegast. Já. Fór ekki á milli. Hann fór svo rosalega góð. Já. Það er spurning. Að ytri línunni. Já. Ármann í uppgjöf. Já, Fín uppgjöf. Þeir eru í ströggli. Þetta var ekki nógu gott. Já. Það er 1 uppgjöf undir neti hjá Káa og 1 gratisbolti sem drýgur ekki yfir hjá Völsung. Þetta til rosa, já. Það er alltaf 1 svona klöfamistök. Já. Jæja, það er bara næsti. Já. Það er bara orðið jafnt. Það er orðið jafnt. Ármann uppgjöf. Hann kemur yfir og Gísli smassar inn. Inn. Jú, Amelía dæmir inn. Já. Við að sjá þetta aftur. Móttakan bara fer beint yfir og Gísli slæðir hann. Já, það sáum við það ekki. Nei, það sést ekki hérna. En Amelía dæmir fyrst inn og segir svo að hún sé ekki viss, en aðaldómarinn dæmir hann inni. Aftur fín uppgjöf. Þeir eru að pressa Draupnir núna. Já. Draupnir nær ekki að laga þetta. 17-15. Já. Það eru 4 boltar, eða 4 stig í röð. Það er að pressa núna að Tóta, hann hefur ekki alveg verið að finna sig í móttökunni núna. Hann er búinn að vera mjög sterkur í leiknum. Já, líka bara, klaufa mistök og... Já, nokkri boltar hann. Já. Það getur verið erfitt í móttökunni þegar þeir eru að leita að þér. Já. Búinn að gera 1 mistök. Já. Það er mikið hægt að ná næsta bolta upp. En já, ég veit ekki hvað sögum, Völsungur tók allavega leikli. Já, Völsungur tók leikli. En já. Það finnst þá ekki búið með bæði leikliðin sín. Er þetta ekki fyrst getur sem bara Káa yfir? Það getur verið. Nei, Káa tók leikli á hann. Já, hún er búið með bæði. Já, ok. Þessi er inni. Vel gert. Dett inn.
Hún virtist ætla út en datt á línuna. Káa kom með 5 stig í röð. Fín móttaka, Hristo slær. Þeir bjarga þessu. Þeir vilja fá seiling hérna á Hristo. Sjáum hérna. Já, ég er sammála. En hann, já. Afjara Hvort að Gísli sé að reyna að ýta honum yfir, ég veit það ekki. Hvernig sagði þeir eru bara að slást boltan hana? Nú setur hann bara öruggan yfir. Uppgjöfni, já. Óskar slær. Í blokkina. Já, hérna 1 á móti 1. Hann tekur móti og fær hann aftur hérna. Klárar þetta vel. Já. Og Theo gefur yfir stuttan. Smá vandræði hérna. Hristo setur hann léttan yfir. Flott rally núna. Fín vörn. Óskar slær hann. Já. Inn. Slær shortcross. Og ég held að það hafi meira þegar líka verið net. Já. Já, Völsungi. Flott rally núna. Já. Góða varnir í báðum liðum. Hún fer Draupnir út af og nummer 4 kemur inn á. Hreinn Kári. Hreinn Kári kemur í uppspilið. Já. Og það er Óskar sem að... Hvað segir maður? Hann blokkar hann niður eða já, ítir hann niður. Já, ítir hann niður. Þá var hann að móttakan fór aðeins svo langt. Já. Óskar er bara klár. Já. Hreinn er í framlínu. Já. Og hoppaði svo sem upp í þetta en það var vel klárað. Ásjá Matteo. Var það Tóta? Nei. Sá það ekki alveg. Já. Og það skipting hjá Völsungi. Inn á kemur Jón Andri. Fyrir Tamas. Tamas út af. Já. Matteo aftur uppgjöf 22-16. Góð staða sem að Káa er búin að koma sér í. Miðju. Þetta er vel klárað hana. Já. Þeir hoppið báðir upp í blokk. Það var allir að klárir í þessu stuttu. Strafka á þennan, ef hann hoppar ekki upp í blokk á hann að taka laumur. Já. Hann var nú bara að fara að segja Matteus að taka hann, en ég er bara ekki saman því. Já. Skemmtilegt. Gísli aftur. klárar þetta. Já. Káa er að sækja grimmt núna. Þegar Þá kemur skipting. Óskar út af og Ágúst inn á. Já. Það er skemmt. Sterkur inn með uppgjæður í Já. áðan. Hann með öruggar og góðar uppgjæður. Já. Hvað gerir hann núna? Hann nær ekki snúningnum en hann fer yfir. Hristo sækir úr afturlínunni. Gott slag. Hann er komið 10 stig í leiknum. Já. Hann er alveg klálega sterkasti. Já, hann leikmaðurinn. vantaði blokkina hann á mótunum. Já. Selv glemdi sér aðeins. Já. 18-23. Völsungur er ennþá séns í línuna. Góð Flott uppgjöf. Og þannig er Gísli blokkaður. Hann er. Já, Sigurður með blokkstið hérna. Gísli ekki sattur. Loka á Gísli. Gísli skoraði áðan. Hann nær að loka núna. 23-19. Völsungur eru aðeins að nálgast. Og það er að losa hennan. Þetta var, Þetta var dýrt. já. Gísli fyrir uppgjaf fyrir Káa.
Er það ás? Er það út af? Já, hann tók einn ás þarna í lokrínu Já. áðan. Sjáum. Hann úti. Þessi er út. Amelia var næstu fyrir Þessi í boltanum. línumannin. Já. Jæja, þá er það 24-20. Þetta er alveg lykil stig núna. Já, hreinn þeirri ekki fyrir Völsung. Flott uppgjöf. Ágúst tekur á móti. Þessi er úti. Já, Marcel slæðir hann út. Káa þarf alveg að passa sig. 21-24. Já. Erfið móttaka. Úti. Strafk á laumarunum en hann dettur út. Þetta er rosa góð lauma. Hún fór bara aðeins of langt. Já. Þú gerir skiptingu tilbaka. Já. Óskar kemur aftur inn á Já. fyrir Ágúst. 24-22. Þetta er orðið Káa finnur fyrir pressin núna. Já. Það vantar bara eitt stig til að klára hérna. Já. Og það er þessi bolti sem Yes. skila því. Hreinn setur hann út. 25-22. Þetta var aðeins erfiðari. Káa var heppið núna í lokin að Já, já. þeir gáðu þeim hérna 2 uppgjör. Já. En flott hjá Káa. Völsungur þarf að finna einhverjar leiðir til þess að ná einu hreinu. Já. Hérna sjáum við að Káa stígur bara svona jafnt og þétt upp hreinuna. Meðan Völsungur, já, það er aftur svona fyrir miðja hreinu sem að Já. þeir stoppa aðeins. Já. Ná svo hana aðeins í lokin. En já, eins og við tölum á það bara festist Káa oft í þegar uppspilar er frammi Já. eða þegar strafgóð er frammi. Hérna eru stigin. Matteo kom með 9 stig, Marcel, Óskar og Gísli allir með 7. Ármann kom með 5 stig, Strafka 1. Það er vel dreift hjá Káa. Hjá Völsungi er Hristó lang stigahæstur með 10 stig. Svo kemur Þórarinn með 5, Sigurður með 3, Árni með 2, Tamas með 1. Losa glemdi að maður í mæk hérna. Dæsir bara. Hérna sjáum við tölfræðina. Káa er búin að skora 13 stig úr smessum og Völsungur 9. Komi aðeins sterkar inn núna á sókninni, annar hreinu. 5 laumar hjá Káa. Nei, engin laumar hjá Káa. Já, 5 ásar. Móttakan var aðeins að klikka við Völsungu í þessar hreinu. Mistök hjá Völsung, 4 hjá Káa. Það liggur Já, svolítið munurinn. það er akkurat það. Mistökin. Það telur. Það telur hratt. En Káa byrjar nú uppgjöf, Strafgó byrjar með góða framlínu. Marcel, Matteo og Ármann, fín uppgjöf. Úti. Tamas sló út. Já. Já, þetta er þessi mistök sko, bara þetta sko. Já, líka þegar móttakan klikkar. Já. Hún var aðeins að klikka hjá Völsung eða var aðeins erfiðari. Já. Það var svo erfitt að fara að sækja. Já. Bolti. Hreinn byrjar þessa hreinu hjá Völsung.
auðspilarinn. Já, drukknir út af. Já. Laumar Og hann laumar en Strafko nær honum. Matteo setur að lausa hann yfir. Hreinn að klára í vörninni. Hann hafði Matteo átt að bara vera hætti með blokkina, sko. Já, það er Tamas sem klárar þetta. Já, en hann fór bara ítir honum hann á miðjan völlinn í gólfið. Það var bara enginn þar. Flott uppspilar hann hjá miðjunni. Já. Þá fyrir einn í uppgjöf. Og Strafko nær honum. Vel bjargað. Það er mikið búið að vera þessum boltum. Já. Sem lausir yfir. Óskar tekur hann. Og Marcel slæra hann. Vel bjargað hann. Flott vörn. Blokkin ekki nógu vel staðsett. Nei, hann nýtti hann sér það. Sett hann bara í blokkina. Hann er góður í að nýta sér, sko. Já. Þegar blokkin er ekki rétt staðsett, þá... Það er Tamas sem sækir eftir stíðið. Já. Völsungur eru alltaf að byrja hreinuna aðeins betur en Káa. Já. Sjáum til. Ármann hafði takað hann hana sjálfur. Já. Fór í blokkina. Það var hægt að taka hann upp. Já. Þessi bolti, það var bara misskilningur milli Matteos og Ármanns. Já. Völsungur byrjar 3-1. Matteos með góða móttöku og Ármann færi bara aftur. Já, Strafko ætlar að koma hann inn í leikinn. Já. Og hann hefur alveg gert það. Hann er svona 60 í leiknum. Ekki mörg mistök, þótt að þessi blokkaður, þá heldur hann samt alltaf áfram. Já. Matteos. Marcel. Og getur móttaka. Það er slær í hotni. Þeir eiga að ná þessum. Hann hristi bara hausinu við þessu hrista. Hann er ekki alveg nógu fastur til þess að maður geti... Þetta er samt erfið bolta þegar maður er búinn að staðsetja sig. Það er rosalega. Staðsetja sig í, hann sló svo fast shortcross á þann. Já, af því hann er búinn að vera að slá hann fast. Já. En Marcel, svo sem sleppur honum bakka frá honum. Já. Kannski hélt að maður úti. Jæja, hana kemur hann. Matteo slæðir línu. Slær bratta niður línu. Hann er komið með 10 stig. Þarna þarf Tóti að taka boltan meira, hann er svo nálægt. Já, hann slæðir bara beint niður og létt fyrir Matteo og slá hann. Já. Ármann í uppgjöf, fín uppgjöf. Fyrsta móttaka, flottu bolti hjá Hrein. Ármann tekur hann. Já. Óskar. Já. Þarna er Hrist á mættur. Hann er búinn að vera rosa góður í blokkinni, þannig að Óskar þarf að leita eitthvað annað til að fá stigið, sko. Já, hann er kannski að prófa að slá á miðjuna, miðjublokkar. Já. Ekki það að þeir eru líka búin að vera sterkir. Já, hann að það þarf að finna en Óskar er búinn að finna svolítið shortcrossinn. Já. Það er erfitt ef boltinn er svona nálægt. Já, þetta. Erfið bolti. Matteo tekur shortcrossinn bara fyrir Óskar. Enginn hana. Sýnir Óskar hvernig hann gerir þetta. Matteo kom 11 stig. Já. Það fer í afturlínu í uppgjöf. Já. Þá fer Strafko fram. Þetta er staðan sem að Káa er ekki alveg að ná að finna sig í. Þarna var misskilningur í blokkinni. Þeir hoppuðu ekki á sama tíma. Óskar hoppaði ekki. Óskar verður að hoppa í þessum boltum, sko. Já, hann sleppti að hoppa. Já. Já. Það verður að vera 2 blokkir. En já, hann er komin í afturlínu og uppspilað er frammi núna, þannig að... Næri uppgjöfinu vel yfir. Flott vörn. Já. Flott hjá Gísla og Strafko. Þegar þeir vilja að spila vel, þá gera þeir það. Já. Og fínasta vörn hjá Hristó, þetta er erfið bolti. Já. En hann fór aðeins og brattur. Já. Ekki alveg nú mikið upp í láti. Gísli með 8 stig. Yes. Óskar uppgjöf, tekur floti bara núna. Það eru 3 í blokkinni og hann slæðir út af. Já. Þeir eru svolítið að leita á lífbráðu núna. Já.
Óskar aftur uppgjöf. Tekur aftur flotið bara. Flott móttaka, 1 á móti 1 hérna. Já, Matteo tekur hann bara. Vel slegið, fín vörn. Fer yfir. Já. Það er spilið misheppnað aðeins. Já. Fyrir jafnverðin og út. Já. Óskar aftur. 7-6, Káa kom yfir. Káa komið 3 stig í röð núna. Þetta er mikilvægt. Völsungur þarf að gera eitthvað ef þeir ætla að stoppa Káa og ná einni hreinu. Móttakan er svona erfið. Já. Og laus. Og laus. Þetta er dýrt. Já, móttakan hefur verið svolítið svona á 3-4 metra kannski. Já. Þá eru þeir ekki að ná miðju inn. Nei. Sem þýðir uppspilaði frammi sem þýðir að boltarnir er satt að fara í 4 eða 1. Já. Þannig að en Óskar er búinn að vera að setja bara á, 1-6. Fín upp, blokk. Tóti smast hann út af. Engin blokk. Þetta er alveg dýrt. Og Völsungur tekur vikli. Já. Það er ekki gengið upp neitt núna hjá Völsung. Nei. Hvað er það? 50 stigið. 5 boltar eru. En já, núna þarf Völsungur að finna eitthvað. Jeps. Núna þurfa að leita eitthvað annað. Já, þeir þurfa kannski að ýta að móttakan þarf að vera aðeins betri. Það er bara hannig. Spilandi þjálfarar í báðum liðum. Já. Líst vel á kvenþjálfarana samt. Á Völsung? Já. Að báða þjálfarana. Já. Og flott að vera með bleika slaufúlinga í hárinu. En já, það er Óskar enn og aftur í uppgjöfinni. Ætlar hann að gera flotið, það gerir hann jumper. Flotið aftur. Setur á líberóinn. Aftur fer bara í 1. Hann slæðir hann í blokkinu út. Já. Þeir hafa með betri samstíð. Tóti uppgjöf. Erfið móttaka hérna. En vel slegið. Flott uppspil hérna hjá Óskari. Óskar er góður í uppspilinu. Já. Vel slegið hjá Marcel. Það er erfitt að smasa svona bolta þegar þeir eru háir og langt frá netinu. Langt frá netinu. Þá þarf að stilla vörnina vel af. Já. Gísli í uppgjöfinni. 10-7. Hann er beint á línunni. Mjög erfitt að taka móti þessum. Annar ás. Já. Gíslaði þessum leik. 3 ásar. 3 ásar. 6 mess og 3 ásar. Sjáum hvað hann gerir núna. Gerir hann það sama. Fer af netinu. Já, tekur kraftin úr uppgjöfinni. En Strafko gerir rosalega góða blokk. Dómarinn var ekki vissu hvort það væri Völsungsmegin eða Káamegin. Tólf 7. Káa svona að síga fram úr. 3 stig í röð. Gísli. Góð uppgjöf. Vel bjarga hjá Tóta. Já, þeir ná að setja hann yfir. En núna þarf Káa að sækja. Þessi er úti. Hann var ógráður á það. Já, hann var líka bara með eina blokk. Hann hafði allan völlin annars til að slá. En hann ákveður að taka línuna. 1 á móti 1, slær út. Jæja, þá á Völsungur séns. 8-12. Marcel færir hann aftur.
Hann er út af. Hann slær út aftur, já. Já. Þrátt fyrir að móttakan hafi verið svona erfið, þá nær hann Strafko að setja hann alveg ágætlega á Marcel. Já, já. Enda er hann ósættur við sjálf sig. Já. Tekur næsta. Árni uppgjöf. Móttakan yfir en þeir ná að stoppa þessa sókn frá Völsung. Marcel fær hann aftur, þarna klárar hann. Já. En hann ákveður þetta alltaf að slá línuna. Já. Það var vel gert þarna hjá Strafko að hoppa upp og stoppa í blokkina. Já. Og þá náði Matthías bara að taka hann. Jöp. 13-9. Tekur stuttan Strafko. Völsungur nær að Þetta er net. Jæja. Fínt. Já. Langt rally hérna. Já. En það enda með þessu. Já. Með mistökum hjá Völsungi. Slær út. Það var svo mikið að gerast í einu, ég gæti bara ekki komið í forði. Stuttur og Strafko aftur. Afturlína, engin blokk. Engin blokk. Ekki góð aðförun fannst. Marcel er svolítið að klikka að fara í blokkina Já, á verður móti að afturlínunni. maður verður að vera með blokk þegar Hristi verður slá svona úr afturlínu. Já, og hann er líka komið núna í framlínu. Þannig að Já, það hefur verið betra að halda honum aftur. En flott móttaka. Það er þarna slegist upp við netið. Ármann, var þetta ekki tvíslag? Þetta var svolítið tæft. Út af. Árna aftur er Völsungur að klúðra þegar þeir eru. Já. Það er aftur Tama sem að klára rallið með því að slá út. Já, gera svolítið K.A. létt fyrir. Já, K.A. er að fá svolítið stigum. Já. En þarna kemur nýr líberó, eða nýr frelsingi. Já, hjá K.A. Hafþór. Númer 12. Númer 12, Eyþór. Nei, Eyþór. Ég segi Hafþór. Eyþór. En Matthías kemur aftur inn á fyrir móttökuna. Völsungur fær stíu blokkin hérna. Flott móttaka. Hann er Óskar aðeins og ákafir í... Já, hann ætlaði heldur betur að smassa shortcross núna. En það bara komst ekki lengra en þetta. Þetta er mistök hjá K.A. núna og samt góð móttaka og Völsungur að stilla blokkina. Já. Við sjáum hvað K.A. byrja aftarlega á vellinum af því að Tama sem er mjög góður uppgjafir djúpar sem eru akkurat svona. Endar inni. Ás hjá Völsung. 15-13 fyrir K.A. ennþá en hann er að vinna upp fyrir mistökin á þenni sókninni. Já. Matthías með fína móttöku. Matteo fær hann á móti Tóta. Það er bara ein blokk. Þá slær hann bara niður í krossin. Já. Bæði lið þurfa að stilla aðeins betur blokkina við, myndi ég segja. Nú fer aðstæðdómarinn eitthvað að tala við Gunnar. Það er spurning hvað gerist. Var net? Ég bara sá það ekki. En já, bæði liðin þurfa aðeins að miðjuna þurfa að lesa aðeins betur hvaða leikmenn er að skora stigin eða svona. Já, ekki þegar Óskar og Ármann hafa líka verið að slá vel erfitt fyrir blokkina að ákveða. Dómarinn tala við Strafko. Það er eitthvað með bekkinn. Þú ætlaði að tala bekkinn til. Já, eitthvað bekkurinn. Það er eitthvað sem að bekkurinn gerir eitthvað, ég veit ekki, hjá K.A. En allavega Ármann í uppgjöf. Já,
erfið móttaka hérna en já, fer út af yfir meginn. Kristó skorar með því að setja hann lausan yfir. Já. Ármann var ekki alveg klár. 14-16. Hrinurinn er alveg opinn ennþá. Matti var ennþá hérna frammi núna. Fín móttaka. Sturtu blokk hjá Kristó á móti Óskari. Óskar verður að gera eitthvað annað þegar svona háblokk og góð blokk Já. á móti sér. Hann verður að reyna að ná sjálfsförðum. Já. Eða nýta blokkina einhvern veginn. Hann ætlar líka að fara svo mikið yfir hérna. Það er erfitt með að hóa blokka móti sér. Þetta er svolítið erfitt. Strafko þarf kannski að fara bara að breyta aðeins hvernig hann spilar á leikmennina. Flott móttaka. Gísli fær hann. Og hann fyrir út af. Já. Og það er jafnt. Völsungur búinn að jafna. Já. Sigurður í uppgjöf. Engar breytingar í KA, ekkert leikli, en Matteo og Júlia tala svolítið saman hana. Já, hann er setja langan á Matteo og það er enginn hana. Matteo lesa þetta. Þá hann að laust. Laumar honum yfir. Stundum þarf þetta ekki að flókið. Nei. Enginn hana. Já. Matteo uppgjöfni. Matteo er ekki ofta að gera klúðra í mikilvægum stigum en hann ætlaði að setja hann svona lausa niður en Völsungur reynir að keyra upp stemminguna sín megin. Það eru nokkri frá Húsavík hana. Já, það er alltaf erfitt að spila á móti Völsung. Alveg sama hvort að sé hér eða á Húsavík. Já. Flottur Strafko. Strafko er ótrúlega sterkur upp í neti. Já, hann er það. Eiginlega óþolandi sterkur. Já. Það er bara allt í góðu þátt að móttaka fer svolítið nálægt netinu þegar hann er frammi því að hann næ bara einhvern veginn að koma í þessu lög. Algjörlega. En já, núna eru spilaðar frammi, þannig að við sjáum hvað gerist. En 18-17 fyrir KA. Flott móttaka hjá Völsung. Þeir eru hreinir ekki að spila upp á miðuna. Og Strafko slæra niður. Það var þarna enginn sem hoppaði upp á Völsung. Nei, og boltinn fór líka rosalega hátt eftir blokkina. Ég skil nú ekki alveg hvernig þetta gerðist. Gísli hoppaði svolítið seint. Sko, við erum að segja, Strafko er góður hana. Völsungur þyrfti alltaf að ná miðjónum inn til að sækja líka þar. Óskar er að ýta svolítið mikið á hérna líberóin í uppgjöfunum, sko. Já. Þetta er erfið móttaka. Sækja og pæl, setja lausan yfir. Matteo. Þessi er inni. Góður bolti. Og Völsungur tekur leikli. Já. Stöðinni 20-17. 3 boltar í röð. Já. K er búinn að gera vel núna. Já. En þetta er búið að vera þessi seinastur hérna. Þessi hérna. Já, hún er búinn að vera svona jöfnust. Já. En það er spurning hvort að K heldur. Það er bara eitt klúður í uppgjöf og þá er bara stutt í Völsung. Þeir eru með uppspilaða frammi núna Völsungur. Já. Jú, Kristó er aftur. Já. Þeir hafa ekki verið að ná miðjónum inn. Þannig að þetta er svolítið erfið staða. Tóti frammi. Já. Og hann er ekki búinn að vera að slá vel í dag. En hann setur í 1, væntanlega, já, 3 í blokk. En þeir hoppa aðeins of snemma. Marcel er að fá svolítið oft stig á sig í blokkinu. Já, hann þarf að stilla blokkinu aðeins betur. Tóti ekki. Það er gott að nýta það. En uppspilið er ennþá frammi. Já. Endurtekið, bolti var hérna eitthvað fyrir. Tamás kominn fram. Já. Sjáum hvað hann gerir, hann búinn að vera að klúra svolítið. En
Þeir eru búin að vera góðir í blokkinni. Þeir eru búin að stoppa miðjuna svolítið hjá okkur. Já, enn eitt stíði í blokkinni. Árni með þessa blokk. Já. 4 stig. Þeir þurfa kannski að fara að breyta eitthvað hjá sér. Gísli og Strafko. Tekur fyrir aftan núna Gísli. Já, þarna. Þá skoraðir. Samt á 2 blokk. Þeir bara á milli. Og Gísli sótti hérna fór í skot fyrst. Það ekki? Já, bara stuttan. Bara stuttan, já. En já. En svo fór hann fyrir aftan og þá náðu þeir að sækja. Já. Gísli er þá kominn í uppgjöf og Ármann kominn inn. Setur stuttan yfir. Svo tekur hann Tóti með hann. Nálægt. út af. Enn og aftur. Já. Matteo, Tamas setur hann aftur. Nei, Strafko nær bara að lesa að þegar hann ætlar að reyna að nota blokkina þá bara sér hann að. Já. Tamas reyndi að setja hann í blokkina en hérna Strafko gerir vel og kippir höndunum frá. Já. Fín móttaka bara. Setur á Díóinn og enn og aftur fyrir þetta í blokkina og niður. Já. Hann þarf eitthvað að stilla þetta. Árni í uppgjöf. Núna er það svolítið erfið staði á Káa en sömuleiðis hjá Völsungi. Góð uppgjöf hérna fyrir vandræðum. Laus hjá Marcel. Þeir eiga að lesa þetta betur, Völsungur. Erfið bolti, hann hoppar ekki af fullum krafti. Nei, nákvæmlega. Nú er þjálfarinn Matteo eitthvað að segja til. 23-20. Já. Hvað var það bara 2 stig? Erfið móttaka, Hreinn gerir vel. Og það er erfitt þegar Líbur að gera svona vel og það er net. Það er óþolandi. Já, þetta er slegðið. Fín móttaka. Flott. Þarna gerði Marcel vel. Já. Slær niður. Og það er bara 1 stig sem að Káa þarf. 24-21. Marcel í uppgjöfinni og hann er búinn að klúra smá uppgjöfum þannig að við sjáum hvað hann gerir. Ætlar hann að gera örugt. Já. Á Tóta. Og út af. Þetta var seinasti boltinn. Já. 3-0 fyrir Káa. Já. Káa vinnur hennan Garðastað. Já. Þetta var eiginlega bara eins og við talum, mistökin. Já. Káa gerði bara færri mistök. En flottur salur, flott dúka. Já. Margir sem ættu. En næstu leikir eru bara við höfum á laugardaginn. Kalla og kvenna eru að fara til Neskastaðar. Við erum að fara austur. Já. Þannig að allir sem að búa fyrir austan vilja horfa á Káa, endilega mætið. Jöp. En já, þetta er bara eins og alltaf. Völsungur byrja betur og svo bara tekur Káa við og fín leikur hjá Káa. Já, Káa strákarnir er ekki annan heimaleik fyrir en eftir mánuði, 2. nóvember. Jæja, en okkar heimaleikur. Það er góð spurning. Tjekkum á þessu. En já, við sjáum hérna 2 stráka, svona halda stráka, Sölvi og Pedro, þeir eru eitthvað meiddir, kallanir. Hérna sjáum við Stíen, Matteo með 14, Marcel með 11, Gísli með 10, Óskar með 7, Ármann með 6 og Strafko með 4. Í Völsungi er Hristan með 18 stig. Já, og næst er bara með 5, þannig að það sést alveg hver var að langsterkasti sóknarmaðurinn þeirra. Og Sigur með 5, Tamas með 4 og Árni 4, þannig að við stelpunir eigum heimaleik á móti Völsung 9.
október. Já, það næstu viku. Svona eftir nágrannaslagur, þannig að við vonum að Já. KM mæti. Þá komum okkar nágrannaslag. Já. En já, við þakkum bara fyrir okkur í kvöld. Já. Og vonumst til að sjá sem flesta eftir viku í KM-milinu. Nákvæmlega. Sjáumst þá.